Forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, góðir Íslendingar. Hér í aðalsal þessara nýju og fallegu flugstöðvar hefur lítilli flugvél verið fenginn samastaður. Flugvél sem þótt lítil sé ber mikilli sögu vitni. Hún var smíðuð árið 1933 af tveimur ungum og handlægnum mönnum en henni mun fyrst hafa verið flogið árið 1940. Þetta voru framtakssamir menn sem trúðu á framtíð flugsins. Flugvélinni var ætlað að auðvelda uppbyggingu flugsamgangna sem þeir vonuðu að væri að hefjast. Þeir máttu þó bíða í nokkur ár áður en öld flugsins hófst fyrir alvöru hér á landi. Þessa ungu eldhuga hefur líklega ekki órað fyrir því þegar þeir flugu vélinni upp frá Vatnsmýrinni fyrir meirinn 45 árum síðan hvílík bylting ætti eftir að eiga sér stað í flugmálum Íslendinga á næstu árum og áratugum. Þá hefur heldur ekki órað fyrir því að vélinn þeirra, TF Ögn, yrði komið fyrir í aðalsal svo glæsilegar flugstöðvar, mannvirkis sem langan aldur mun verða hlið Íslands að heiminum. Ögnin þeirra yrði þannig táknræn fyrir öraþróun flugsins á Íslandi, þróun sem fór hægt af stað en var síðan óstöðvandi. Til marks þetta má geta þess að fyrir aldarfjórðungi fóru 38.000 manns árlega Keflavíkurflugvöll. Á síðasta ári fóru þar meirinn 600.000 manns. Það gefur augaleið að mikil og góð aðstaða þarf að vera til staðar til þess að þjóna slíkum fjölda. Með tilkomu þessarar flugstöðvar verður sú aðstaða eins og best gerist með öðrum þjóðum. Flugstöðin sjálf verður að auki góður vitnisburður lifnaðarhætti og lífskjör íslensku þjóðarinnar en fáar þjóðir búa almennt séð við eins góðan og fullkominn húsakost og við Íslendingar. Gamla flugstöðin gaf því orðið alranga mynd að þessu leyti. Í dag getum við glaðst yfir nýrri og aðlaðandi ásjónu landsins okkar gagnvart þeim hundruðum þúsunda ferðamanna sem árlega eiga leið til Íslands. Það eitt ekki svo lítils virði. Aðkoma ferðamanna sem að heimsækja Ísland verður með miklu myndarbrag. Hinir sem aðeins munu koma skamma viðtöl hér í flugstöðinni fá allt aðra og sannari hugmynd land og þjóð. Slíkt ætti að auka áhuga fyrir því sem við höfum upp á að bjóða, bæði hvað ferðalög og náttúruskoðun snertir, svo og hvað varðar íslenska framleiðsluvöru. Á þennan og margvíslegan annan hátt mun flugstöðin auka veg Íslands. Það hefur ekki aðeins þýðingu fyrir byggðarlögin hér á Suðurnesjum heldur og fyrir þjóðina í heild. Með vígslu þessarar flugstöðvar langþráðum og merkum áfanga náð. Það var árið 1968 að fyrst var farið að huga að nýrri flugstöð og aðskilnaði almennrar flugstarfsemi og starfsemi varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Nú mun forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, vígja flugstöðina og afhjúpa lágmynd. Þar á eftir mun biskup Íslands, herra Pétur Sigurgeirsson, flytja ritningarorð og blessun.
góðir hátíðargestir og landsmenn allir. Sú var tíð, segir í bókum, að íslensk þjóð átti aðeins eina sameign sem metin var til fjár. Það var klukka. Með þessum orðum hóf Halldór Laxness að segja sögu sína af hinum víðförla Kristsbónda á Rein, Jóni Hreggviðssyni. Þótt langt sé liðið frá þeim tíma sem þar greindi frá og íslensk þjóð hafi eignast margar og fagrar sameignir síðan, er ekki fjarri þegar við stöndum hér í einni hinna glæsilegustu að láta hugan reika til fyrri tíða. Forfeður okkar á miðöldum voru einhverjir víðförlustu menn á sínum tíma. Þeir rötuðu út og þeir rötuðu heim aftur. Þeirra var víða getið sem landkönnuða. Þeir gerðu meira að segja samning við Noregskonung að ræki þá að leið í leit sinni að nýjum heimum og bæri að landi í ríki hans þyrftu þeir ekki að gjalda honum ferðamannatollinn landaura. Svo mikils voru þeir metnir sem ferðamenn í útlöndum. Þessir forfeður okkar fóru ekki nestislausir í ferðir sínar. Í farteskinu höfðu þeir þann varning sem ótbrot gjarnastur var og einn mátti lifa, þar sem var skáldskapurinn, orðsins list og menning. Fyrir þann varning gátu þeir sér ekki aðeins gott orð, heldur einnig gjald sem dugði þeim til enn lengri ferðalags. Það var í eðli þessara manna að vilja víkka sjóndeildarhring sinn. Þeir vissu af hyggjuviti sínu að sá einn veit er víða ratar og hefur fjöld of farið, eins og segir í Háamálum, og þeir kunna beita tækni sinnar tíðar til þess að bera sig vítt veröldina alla. Þeir fundu lönd sem aðrir norrænu menn höfðu aldrei augun litið svo vita væri: Spitsbergen, Jan Mayen, Grænland, Vínland. Könnunarferðir þeirra voru meðvitaðar og skipulagðar. Þannig keypti Leifur, sonur Eiríks rauða, þess sem fyrstur norrænna manna fann Grænland, skipið af Bjarna Herjólfssyni sem hafði rekið af leið og haft veður af landi enn vestar, og Leifur sigldi því skipi af stað að víkka sjóndeildarhring norrænna manna enn meir en fyrr hafði verið gert. Og enn er okkur Íslendingum þörf á að víkka sjóndeildarhring okkar. Sú glæsilega flugstöð sem við hér stöndum í er ekki aðeins hið gullna hlið sem opnar leiðina inn í land okkar. Hún er einnig brautarendinn á landinu, hliðið sem opnar okkur leiðina út til að víkka sjóndeildarhring okkar enn meir. Hvers á Íslendingu sem hingað kemur er annað tveggja á leið til að sækja sér þekkingu, viðskipti og menningu til annarra þjóða eða komin í land eftir útivist sem víkkað hefur sjóndeildarhring hans. Hann er því á sömu braut og forfeður okkar fyrr á öldum, landkönnuður hins nýja tíma. Erlendir menn sem hingað koma eru sömu erinda, að líta annan heim en þann sem þeir eru vanastir og víkka þannig sinn sjóndeildarhring. Það er vel við hæfi að við tengjum þessa nýju sameign þjóðarinnar nafni þess manns sem sigldi höf að leita Vínlands hins góða. Ég gef henni nafnið Flugstöð Leifs Eiríkssonar og því til staðfestingar afhjúpa ég hér höggmynd af þessum víðförla ferðamanni. Megi gifta fylgja öllum þeim sem eiga erindi á þennan stað og hverri ferð sem hér verður hafin. Megi allir ferðamenn vera minnugir þess að hver vegur að heiman er vegur heim. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð fylgi þér er gömul fögur bæn fyrir þeim ferðast
á landi, á sjó og í lofti. Ferðabæn á stóð sína í því að Drottinn allsherjar, Guð vors lands, er allstaðar nálægur á himni og jörðu, sköpun sinni. Öll er veröldin hans, svo segja Davíð sálmar. Hvert get ég farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himininn, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vangi morgunroðans og settist við hið ysta haf, einnig þar mundi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þá myrkrið eigi verða þér of myrt og nóttin lýsa eins og dagur. Í trausti fyrirheita þinna felum við þér, Drottinn Guð, þá sem loftgeiminn fara með fjaðra bliki háa vega leysu. Komið í friði á þennan áfangastað í Dumbshafi norður, farið í friði. Flugstöð Leifs Eiríkssonar, menn og mannvirki, flugsögn. Tak þú í dag við blessun þinni og farsæld, eins og Leifur heppni áður við kristni, hæfni sinni og frama. Opnist hér í Guðs friði nýjar dyr, flugstöðin víð og verk mikil, fyrir þá lyfta sér á vængjum flugsins og setjast við hið ysta haf. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Ég bið fyrir Íslandi og fyrir öllum þjóðum heims. Takið hinni drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.
Ég þakka forseta Íslands og biskup Íslands. Í dag hefur verið gefið út svohljóðandi bréf. Utanríkisráðherra afhendir hér með flugvallarstjóranum á Keflavíkurflugvelli flugstöð Leifs Eiríkssonar til starfrækslu heill fylgi starfseminni 14. apríl 1987 Matthías Á. Matthíasen, Sverrir Haukur Gunnlaugsson. Ég vil í framhaldi af því að hafa lesið upp þetta bréf biðja flugvallarstjórann Pétur Guðmundsson að koma hér upp, taka við þessu skjali og leið og ég afhendi honum þessa flugstöð til starfrækslu. Þessari athöfn senn lokið og nú öllum þeim sem að hér eru boðið að þiggja veitingar og skoða þetta glæsilega mannvirki flugstöð Leifs Eiríkssonar. Takk fyrir. Komið sæl og við bjóðum sjónvarpsáhorfendur vitanlega velkomna hér í flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli. Nú hér samankomin 3000 manna hópur gesta, innlendra og erlendra, prúðbúnir allir og mikill hátíðarblær sem svífur hér yfir vötnum. Mér tókst að nappa hér til mín 3 góða menn sem að ég býst við að óhætt sé að segja komið svona beint eða óbeint við sögu flugstöðvarinnar.
Þetta eru þeir Pétur Guðmundsson, flugvallarstjóri, Sigurður Helgason, forstjóri Flugleiða og Garðar Halldórsson, arkitekt og húsameistari ríkisins. Velkomnir herrar mínir. Hvernig leggst dagurinn í ykkur? Ljómandi vel, það er gaman og stemning í dag. Sigurður? Já, mjög vel, glæsileg flugstöð og við sáum þetta í síðustu viku og þetta er eins og nýr heimur með það. Nú er búið að opna og taka af og glæsilegasta flugstöð sem ég held menn hafa bara séð í heiminum. Pétur, þú ert með mikið skjal þarna í höndunum. Já, ég tók skjalið með mér, afhendingarskjalið. Þetta þýðir að þú ert húsbóndi hér eða hvað? Já, ég er orðinn húsráðandi frá með deginum í dag og ég er hérna með skjalið og ef þið viljið sýna þjóðinni skjalið þá er það hér. Og þú spurðir nú Garðar og Sigur að því, hvernig dagurinn legðist í þá. Og ég fór nú að velta því fyrir mér svona þegar þú hringdir í morgun í mig og mér náttúrulega krossbrá að það í beina útsendingu svona undirbúningslaust að þetta dagurinn minnir mig eiginlega á ævintýrið Öskubusku. Mér finnst þetta er hreint ævintýri, þetta er alveg ótrúlegt og eiginlega að fá að sjá sína drauma rætast á þennan hátt. Eins og nú hefur skeið. Garðar, við dettur í hug hvað nú finnst mönnum kannski svolítið svona óþjált í munni að segja flugstöð Leifs Eiríkssonar. Hvert heldur að verður ekki eitthvað svona gælunafn? Mér heyrist að menn séu svona meira verður að segja Leifsstöð, heldur að það verði ofan á? Já, hefur maður nú heyrt í og séð í blöðum síðustega svona. Ég finnst það nú vera þjált og skemmtilegt og gæti átt ágætlega við. Ég veist að Íslendingar tilhengi sér það frekar. Sigurður, heldur að útlendingar nái því að segja flugstöð Leifs Eiríkssonar? Já, ég held að Leifur Eiríksson er þekktur bæði í Bandaríkjunum og Evrópu og þetta einmitt ítrekar það að hann er Íslendingur og þá ætti að draga enn fleiri ferðamenn til þess að sjá heimstöðvar og aðalstöðvar Leifs Eiríkssonar.